Sæl veriði, gleðilegan hvíldardag, velkomin í loftsalinn. Ég að halda áfram á ferðinni fyrstu Mósebók. Við erum komin á 9., 10., 11. kafla, tíminn eftir flóðið. Síðasta ræðan sem ég flutti var endaði á því að þau voru að fara úr öskjunni og Guð gerði sáttmála við þau. Og við ætlum bara að grípa inn í þar sem að við enduðum síðast. Eða þið viljið fylgjast með. Og það er í 9. kafla, 18. vers og áfram. Og það segir svo, kemur smá á uppáhaldun okkar sem heita ættartölur, eða ekki, en við skulum bara skimum svolítið yfir þær. Synir Nóa sem gengu út úr öskjunni voru þeir Sem, Kam og Jafet, en Kam var faðir Kanans. Þessir eru synir Nóa 3 og frá þeim byggðist öll jörðin. Nói gerðist akuryrkjumaður og plantaði víngarð og hann drakk af víngarðinum og var drukkinn og lá nakinn í tjaldi sínu. Og Kam, faðir Kanans, sá nekt föður síns og sagði báðum bræðrum sínum frá sem úti voru og þá tóku þeir Sem og Jafet skikkjuna, lögðu á herða sér og gengu aftur á bak og huldu nekt föður síns. En andlit þeirra sneru undan svo að þeir sá ekki nekt föður síns. En þegar Nói var vaknaður af vímunni, var hann þess áskynja hvað sonur hans, hinn yngri, hafði gjört honum og mælti hann, bölvaði sér Kanan, auðvirðilegur þræll sé hann bræðra sinna, og hann sagði, lofaði sér drottinn Sems Guðs, en Kanan sé þræll þeirra, Guð gefi Jafet mikið landrými, og hann búi í tjaldbúðum Sems, en Kanan sé þræll þeirra. Nói lifði eftir flóðið 350 ár, og allir dagar Nóa voru 950 ár. Þá andaðist hann. Þetta svona sagan sem mann að sleppa að segja í hvíldardagsskólanum kannski á yngri og syngja ekki hann í gamla Nóa, því að þetta hljómar ekki alveg svona eins og svo Nói sem við erum búin að kynnast hingað til. Það er nokkuð. En ímyndið ykkur bara, ef við tökum allar söguna bara svona í samhengi. Það er risastór, massíft flóð búin að gerast, það er pínulítur að hópur af fólki eftir, Nói og fjölskylda sem að vera upp á nýtt, Nói fyrir hana og fyrir eitthvað að rækta og smá að brugga og gerist kannski drukkinn, sorgmættur yfir því sem að hefur gerst, ég veit ekki. Og einhver sonur hans kemur af honum útdrökknum og nöktum, greinilega ekki í góðu standi og sýnir einhverja rosalega lítils virðingu við föður sinn. Þóttur hann sé í kannski annarlegu ástandi og hugsi að skipta engu máli því að hann sé ekkert að hugsa sig. En hinir tveir sjá aðstæðunar algjörlega öðruvísi og sýna föður sinni virðingu og hylja föður sinn. Sagan þessum Nóa, maður oft velt fyrir sér af hverju í ósköpunum er þessi saga inni og hvað í ósköpunum á hann að kenna annað en að eitthvað mjög óhappið hans Nóa. Okkur gátu við bara ekki sleppt því og hann kom með fína sögu hann og hann var ágætis einstaklingur og bæti einhverju svona neikvæð inn í þetta. Nei. Sagan snýst kannski ekki svo mikið um það og afleiðingar. Þetta er svona kannski fyrsta skipti sem ég sá vín birtast í byrningunni og eins og oftast þá er það ekki sérstaklega fallegar afleiðingar. Vandamál sem því oft fylgja, enda hefur áfengi verið mesta böl mannkynssins frá upphafi. Við sjáum það strax hér þegar jörðin er nýsköpuð hverju því veldur. En það er ekki fókus sögurinnar. Það er svona athygling sem er á þessu er virðingu sonanna fyrir föður sínum. Löngu eftir að þeir eru náttúrulega fullorðnir og fluttir að heiman og komnir til manns, þá gerist þessi saga, ímyndið ykkur þeir. Það ímyndið ykkur ekki 3 kannski stráka og hvað pabbi er að drukkin, heldur fullorðnir menn og ættfaðirinn sem er búin að lenda í einhverju svoleiðis. En þráttur hann sé í annarlegu ástandi, þá kemur það ekki vekk fyrir að þeir ættu að sýna honum einhverja virðingu, ekki satt. Það er allan svona sem að virðist sagan segja. En það höfum við 5. boðari sem að tala að heiðra föðin og móðið þína svo það verði langlífur í landinu sem drottinn Guð þinn gefur þér. Og það kemur svona svolítið í huga okkar því þetta minnst á þetta sem 1. boðarið sem er með loforð. En við sjáum strax hér eftir flóð eitthvað gerast sem var að gerast sí og æ fyrir flóð að þá fór að skiptast í hópa. Það er bara ein fjölskylda sem kemur úr flóðinu, 3 synir, en það kemur sami svona munurinn og fólk fer að fara í þessa 2 hópa. Eins og við sáum fyrir flóð, synir Guðs, dætur mannanna, Enok og félagar, Lamek og félagar, afkomendur Sets og afkomendur Kains og núna höfum við einmitt
Sem og Jafet og þeirra afkomendur, og Ham og sonur hans Kanan og þeirra aðstandendur. Og það er athyglisvert að hann minnist á Nói, ekki á Ham sjálfan sem að gera þetta, heldur son hans Kanan. Það er eins og hann sé að segja fyrir eðli afkomenda Hams út frá hans hegðun og bara atferli. Skapgerðargallar Kams héldust í synans og afkomendum og virðing Sems og Jafets fyrir föður sínum og lögum Guðs virðist benda til annars konar framtíðar fyrir þá, sem að leiði til þess að einn daginn munu afkomendur Hams enda á því að þjóna afkomendur Sems, ekki þetta sé afsökun til þrælahalds eða blessun yfir það, einfaldlega spá fyrir afdrif fólks út frá þeirra breytni. En það segir, hvað var ég fór, afsaki? Segir Ellen White, ég ætti að vera spámenn. Spádómur Nóa var ekki fólginn í gerræðislegu sakfellingu, í reiði eða yfirlýsingum hylli. Hann ákvarðaði ekki eðli eða örlög sona hans, heldur kom fram í honum hver yrði afleiðing þeirra stefnu í lífinu sem þeir höfðu kosið, hver fyrir sig og skapgerðar einkenni þeirra. Sjáðu muninn á því að segja fyrir kannski þetta sé bara refsing á hann, heldur að segja fyrir þetta mun vera þeirra örlög í framtíðinni út frá því sem ég sé að er hér. Því að börnin erfa náttúrulega eðlisfar og tilhneigingar foreldra að jafnaði og fara að fordæmi þeirra og halda áfram því sem þeim er kennt. Ekki að þau séu dæmd til þess, en það læri barnið sem að fyrir því er haft. Ég er skuggalegt í sjálfur með krakka að það er svona spegilvél, ég kannski er að grínast með eitthvað og hann fattar náttúrulega ekki þessi grín og fer bara að gera nákvæmlega saman hlutin. Kannski auðvelt eða 2 ára öðruvísi þú ert fullorðinn, en það gefur ykkur til kynna hvernig þetta virkar kannski til lengdar. Og af siðleysunni sem að kannski Ham stendur fyrir, kemur meira siðleysi í hans ættingjum og að virðingunni sem og Jafet hafa ber vott einhverju virðingu sem verður kannski meiri. Ekki að við séum dæmd út frá það sem við komum og séum bara fyllt í þeirri rás að fylgja því og það sé bara vítahringur sem við erum föst í. En það segir fagnaðarerindi, þú þarft ekki að feta í fótspor foreldra eða ættfeðra, Guð getur breytt leiðinni sem þú ert og farið með hann eitthvað annað. En Sem og Kam og Jafet, sem að kaflinn talar í næsta 10. kafla, sem ættfeður allra heims og segir svona frá dreifingunni þeirra jörðina. Hún segir, afkomendur Hams, sem eru Kanan og allt Kanaanslandi sem að Ísraelsmenn tóku síðan enduðu í og fóru síðan svona söður eftir. Það segir í 10. kafla, það sé svona Ísraelssvæðið og í Norður Afríku og þar. En það var þessi texti sem við lásum áðan mjög oft notaður svona. Afkomendur Hams, þeir fóru bölvun, örlög þeirra voru að þræla fyrir aðra og þeir fóru suður eftir og fóru til Afríku sem að þýðir að þetta hlýtur bara að vera þeirra örlög í lífinu og þess vegna getum við bara notað þrælahald eftir að það er bara blessað af Guði. Svona eiginlega röksemda færslan þegar við höfðum þrælahald í Evrópu og Norður Ameríku langa stundir. Af trúarlegum ástæðum sögðu bara, hei, ég er ekki að gera neitt óeðlilegt, það stendur bara í Biblíunni sjálfri, Ham og hans afkomendur munu vera þrælar hinna, það er bara náttúrulegt og hver er ég að fara gegn því? Sögðu þeir og komið síðan fram við mennina, verra en þeir myndu fara með sínar bara skepnur þess vegna og notuðu svona fallega, eða hvað skal við segja það, ógeðslega trúarlega ástæði fyrir því að fara illa með fólk. Þau eru undir bölvun Guðs, hver er ég að standa gegn því? En gerir sér ekki grein fyrir því að ef þú ætlar að fara með þetta, þá getur þú fundið hvern sem er ekki undir bölvun og lítur á reikninguna. En á sama tíma hefur aðra sem berjast gegn þrælahaldi á trúarlegum forsendum, sem að segja, hei, við erum sköpuð í mynd Guðs öll sömul með mannvirðingu og reisn og það er ekki okkar að eiga annað fólk því að maðurinn er einn Guðs og á ég ekki að elska náungan og er ekki það sem er núna einn annara náungi minn líka og ber mér ekki að koma fram við hans samkvæmt kærleiksboðurinn tvöfalda sem að
Kristur gaf okkur? Jú, og að lokum vann það náttúrulega sem betur fer, en við getum séð okkur hvernig aldaraðir fólk gat notað trúarlega afsökun til þess að gera hræðilega hluti. Og ef að trúarbrögðin eru notuð sem afsökun til þess að koma illa fram með einhvern, ala jafnvel á hatri eða bara, morðum á fólki, þá er örugglega eitthvað af þeim. Ég held við vitum það. Og samkvæmt ritningunni eru trúarbrögð Biblíunnar fundin í fagnaðarerindinu, frelsi fyrir krossdauða Krist sem að gerði alla menn jafna, sýndi bræðralag allra þjóða og jafnt virði allra einstaklinga með að deyja fyrir allt fólk, sama hvert það er og hvaða kynþætti eða landi eða uppruna eða hvernig sem fjölskyldusaga þeirra kann að vera. En við skulum líta aðeins áfram og fara í 10. kafla, og þar er svolítið langur kafli sem er bara ættartölur. Og það er sagt hverjir afkomendur Sems eru og hvert þeir dreifiðust og hvað þeir hétu, og þannig sjá maður þá að geta séð hvert þeir fóru og hvaða þjóðir koma þeim, og sama með Jafet og Sem, og það er að skoða þetta alveg í þaula. En það kemur og segir í 7. versi að sonur hans Kam sem hét Kús átti son sem hét Nimrod, og hann tók að gjörast voldugur á jörðinu. Hann var mikill veiðumaður fyrir drottni, því í máltæki mikill veiðumaður fyrir drottni eins og Nimrod. Og upphaf ríkis hans var Babel, Erek, Akkat og Kalneri Síneas, og frá þessu landi hélt hann til Assiri og brygði Nínevi og svo framvegis, þar sem voru miklar borgir. Og það eru miklar sögusagnir sem að myndast út frá Nimrod. Það er minnst á hann miklu meira hér heldur en flesta aðra í þessum kafla. Hann stofnandi borgir, frá honum koma margir afkomendur sem að byggja síðan borgir víðan völl, af því að Nimrod býr yfir því sem að fólk kannski lítur sérstaklega upp til. Það er einhver persónulegur styrkur, eða hreisti, hann er mikill veiðimaður og, hvað maður að segja, pólitískt vald eða eitthvað, hann er kallaður valdsmaður og leiðir það áfram í að byggja borgir, og sem við sjáum síðan í næsta kafla á eftir. Enda verður hann einhvers konar guðsmynd til forna, síðar meir, enda er oft talið kannski mikið að konungar sem eru í fyrndinni svolítið stórir, enda að vera einhver svona forsögur af guðum. En ef við skoðið 10. kafla og lesið hann, þá sjáum við Jafet, það er einhverja þjóðir sem koma á honum, og af Ham koma Kús, Nimrod og Babel og Assería, og Ham kemur Mitsræm sem er hebreska orðið fyrir Egyptaland og Filistea og alls konar nágranna þjóðir Ísraels. En síðan Sem er nú ekki mikið sagt, það kemur ýmsir hinir og þessir, en Abraham, og síðan vitum við síðan meir kemur Jesús sjálfur. Svo 10. kafli nær ekki yfir alla þjóðir heims á tímum Ísraels, en það kemur með þann punkt að þær eru allar af sama uppruna, sonum Nóa. Og sum nöfn birtast sem nöfn einstaklinga, önnur sem einfaldlega nöfn borg og þjóða, hvort sem að hafi komið af honum síðar og sé bara að nota borgarheitin og verða þjóðir seinna meir. En Sem er ættfaðir Abrahams, þar sem að fyrirheitið sem við höfðum alltaf á undan myndi koma. Þar sem að frelsarinn átti að fæðast í gegnum ættkvísl Sem, fylgir sagan, þáttur að sé kannski miklu stærri og merkilegri þjóðir hér, þá fylgir hún þessari litla hérna, sem að er kannski minnsta þjóðin, en þar er fyrirheitins að vænta. En fókusinn, og kannski leksían sem að dregur að kaflanum allar þjóðina koma frá sama stað. Eins og segir í Postulasögunni, með gamla þýðingu, hann eða Guð gjörði af einu blóði allt mannkyn þeirra byggja skyldi yfir allri augsýn jarðarinnar, eða af einni ættkvísl kemur allt. Allar kynþættir af sama bakgrunn, allir jafnir, engin meira eða minna mennskur en hinn og engin minna eða meira virði en hinn. Þar er sé mjög auðvelt að reyna að koma sér hjá því til þess að gera fólk minna virði svo þú getur traðk ofan á því. Þá segir
í fyrstu Mósebók og í fagnaðarerindinu, nei, allir koma frá sama grunni og þess vegna getur maður ekki komið fram með þá af neinu öðru heldur en, allavega þeirri mannvinningu sem að þeim ber. Síðan komum við á 11. kafla, við ætlum að lesa þar fyrstu 9 versin. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð og svo bar við þeir fóru úr stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi Sínearlandi, svo þeir eru að fara eitthvað svona niður fjöllum og settust þar að. Og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herði í eldinum og þeir notuðu tígulsteinana í stað grjóts og jarðspik í stað kalks. Og þeir sögðu, hei, gott og vel, við skulum byggja okkur borg og turn sem nái til himins og gjörum okkur minnismerki svo við tístrumst ekki alla jörðina. Þá steig drottinn niður til þess að sjá borgina og turnin sem og mannanna synir voru að byggja og drottinn mælti, sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir sama tungumál, þetta hið fyrsta fyrirtæki þeirra og nú mun þeim ekkert ófært verða sem þeir taka sér fyrir hendur að gjöra. Gott og vel, stígum niður og ruglum þar tungumál þeirra svo að enginn skilji framar annars mál. Og drottinn tvístraði þeim þaðan út alla jörðina svo að þeir urðu að láta því að byggja borgina, þess vegna heitir hún Babel því að þar ruglaði drottinn tungumál allra jarðarinnar og þaðan tvístraði hann þeim alla jörðina. Svo hvað eiginlega máli með söguna Babels turnin? Fólkið, það var sagt í upphafi bara fyrr í sögunni, í fyrstu Mósebók, að fólk átti að dreifast jörðina og gefa hana vera undirgefna sér og margfaldast samkvæmt plani Guðs. En hér kemur fólki saman og staðinn fyrir kannski að dreifast, það fer það að mynda svona borg saman sem átti að vera höfuborg heimsveldis þeirrar og svona dýrð hennar átti að vekja aðdáun kannski heimsins og auka frægð þeirra sem stofnaði eins og Nimrods og byggja sér svona minnisvarða það. Og turnin sem þið vildi byggja átti að vera stórfengilegu ná til himins og minnisvarðum visku og vald stofnenda borgarinnar. Ekki Guðs heldur mannana sem hann ætlaði að byggja. Í frásögninni þá virðist vera eins og þetta sé stutt frá flóðinu. Fólk líka kannski ekki alveg við lög Guðs ennþá og útskýrðu flóði bara af náttúrulegum orsökum og lofur Guðs í sáttmálum að eyða ekki með flóðinu, það var eitthvað sem þau keyptu ekki. Sáttmálinn sem að Guð gerði við þau greinilega ekki hluti af þessu fólki, getum við séð út frá því annars væri það ekki að fara að byggja turn til þess að bjarga sér frá næsta flóði. Svo við höfum hérna hópa fólki sem virðist vera að dragast í áttina burtu frá honum til þess að redda sér sjálft ef eitthvað skyldi gerast. Svo þau eru að byggja upp turnin og áfram þegar tungunum ruglað sem reiðir til alls konar deilna og óeirði. Við erum nóg erfitt með að vinna saman þegar við tölum sama tungumáli, látum okkur tala 25 tungumál og þetta fer allt, eða 30, ég veit ekki, segjum bara eitthvað, 100 manns og það er bara ekki hægt að gera neitt. Svo eru deilur og óeirðir og fólk farið að bara rífast og slást þannig að það getur ekki unnið lengur saman og fer bara í sikkur áttina. Synir Nóa, ef við tökum textan eins og hann eftir vill ennþá lífi þetta gerist, svo þekkingin á lyndisengum Guðs hefði getað dreifst jörðina, en í staðinn dreifist fólk jörðina sem hefur ekki löngun til þess að hafa neitt með Guð að gera, sem vildi redda sér sjálft, sem getur ekki einu svona haft samband við aðra hópa og þar af leiðandi úr tengslum við fólk sem hefði getað fært þeim fagnaðarerindið. Það er ekki oft sem við höfum svona Guð birta sem virkur þáttakandu í sögunni, í Biblíunni. Við höfum náttúrulega í flóðinu og hér og svona þegar nýja sköpunin rétt að byrja upp á nýtt og menn eru strax farin að taka sér saman í uppreisn til þess að byggja sitt stóra konungsdæmi án Guðs eða lögmáls hans, þá birtist sagan, eins furðulegt og kannski sem náðarsaga Guðs til þess að koma í veg fyrir þetta yrði raunveruleiki. Því að ein og sér ekki alltaf loka takmark í sjálfu sér, þáttur getur einhugum að byggja að blessaða turn sem þau ætlaðu að gera. Hér eru menn að vinna saman í einingu og Guð kemur í veg fyrir það með að valda óeiningu með tungumálauðarleikunum þeirra, því einingin rangan hlut náttúrulega ekkert eftirsóknarvert, ekki satt. Við erum öll í einingu að
tortíma öðrum hópu og eru rosalega duglegir í það sem hræðilegt. Og þess vegna kemur hann og gerir þetta. Svo í staðinn fyrir að vera minnisvarði visku þeirra og megn, þá verður þetta minnisvarði fífldirfsku þeirra. Því að Babel-turnin snerist að treysta á sjálfan sig og að hafna þá sáttmála og lögmálum Guðs. Það er eiginlega punkturinn sem ég tekur þessari sögu. Menn hafna lögum Guðs og segja, ég treysti á mig. Og við mannfólki fetum náttúrulega oft sömu braut. Þetta var regla Lúsífers og himnums, ég treysti á mig og mína skynsemi og var einhverjum gerræðislegum lögum Guðs sem alltaf að láta okkur gera eitthvað sem við getum ekki einu svona gert. Síðan dregur hann niður þriðja af herskara himinsins með sér á sitt plan. Þetta var hugsun Kains í fórn sinni. Ég treysti mér til þess að ákveða fórnina sjálfur og redda mér frekar einhverjum gerræðislegum lögum Guðs. En það endaði nú með því að drepa bara bróður sinn af öfund og reiði og flýja síðan. Og ekki þarf að benda á það á okkar tíma, að treysta á mig og styrkin minn sem í mér býr, viskuna sem í mér að finna sem ofar einhverjum gerræðislegum lögum Guðs. Ég finn betur siðferðisstandardinn innra með mér, hvernig mér líður með það frekar en einhver lögmál Guðs eða orð Guðs. Oft jafnvel fylgjendur Krist sjálfir. Lög Guðs eru undirgefin visku mannsins og hvernig mér finnst þetta núna. Í stað þess að maðurinn kannski líti og sjái, hei, ég get verið svolítið breyskur sjálfur og beygi undir lögmál Guðs. En alveg frá Babelsturnunum hafa tungumálaörðugleikar komið í veg fyrir almennileg samskipti á milli okkar, ekki satt. Tungumálin getur verið veggur bara milli heima og heimshluta. Enda höfum við aðra frásögn sem er þveröfug við þessa frásögn. Eiginlega bara, akkurat öfugt við hana, andstæð hennar í Biblíunni. Vitið þið hvað er að tala um? Við erum að halda upp á hana núna helgina, jafnvel. Hvítasunnan, það er ágætt að minnast á það sem er hvítasunna helgi. Þegar lærisveinarnir og vinir og vinkonu Jesú voru komin saman í loftsalinn, sem að þessi salur heitir eftir, nokkrum dögum eftir uppstillingu Jesú komu þau saman og báðu í einingu trúarinnar, ekki að þau mættu treysta á sjálf sig, heldur að þau gætu gefist Guði og treyst honum til þess að hjálpa þeim sem bara lítill hópur trúara sem að hafði stórt hlutverk, að ná með boðskap fagnaðarerindisins út alla jörð. Þau höfðu náttúrulega lent í miklum vonbrigðum sjálf eftir að hafa séð meistara sinn sem því held að myndi gera mikla hluti og í mörg ár vera krossfestan og dáinn og grafinn, hann endar upprisinn og farin til himna, en ekki hér með þeim til þess að gera það sem því held að myndi gera. En þau komu saman og voru einhuga, alveg sem með Babel kannski höfðu einhuga að byggja turnin, þá voru þau einhuga stöðug í bæninni og komu saman til þess að gefast Guði og biðja hann að vera styrkur þeirra, því að þau sáu það er ómögulegt fyrir lítinn hóp af 100 manns að vera að fara að gera einhverja stóra hlut út allan heim. Þetta eru bara einhverjir fátæklingar í einhverju smáborg hana í Ísrael, hvað að fara alla heimsálfuna og ná til einhverja stóra heimsvelda. En enda treystuðu ekki á sinn mátt og það segir þegar upprunnin hvítasunnudagur voru þau öll komin saman og var þó skyndilega gnýr af himni ofan eins og aðdynjandar sterkviðris og fyllti húsið þar sem þau voru. Og þeim birtust tungur eins og af eldi væru hvísluðust og settu á hvern og einn þeirra. Og þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og síðan sjáum við hvað það veldur. Í Jerúsalem dvöldu skýðingar guðnæknir menn frá öllu löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist dreifa fjölda manns og þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sinni tungu. Svo sem að var frá Egyptalandi fannst þess að vera til egypsku, þess sem að var frá hinum einhvers staðar langt í burtu heyrði eins og það tungumál væri og síðan fer nú nefnir nöfn eftir stöðum. Þeir fara og predika á sínu eigin tungumáli og í staðinn fyrir það nái bara til eins hóps út af því að tungumálun er aðskilin, þá er eins og allir sem að heyri skilji hvað er rætt. Þannig að öfugt við það í Babylon sem að dreifði öllu þannig að enginn gat skilið neitt,
þá koma nei, nú erum við komið með það sem að sameina fólk aftur, boðskapurinn Krist, og þess vegna til þess að koma í veg fyrir þennan aðskilnað, þá fá þau greinilega tungu bara, gjöf tungutalsins, þannig að þau tala og allir heyra það eins og sé á þeirra tungu. Ef að sagan Babelstjörnin fallar að treysta sjálfum sér og að fyrirlíta lögmál og sáttmála Guðs, þá er hvítasunnuhelgin öfug við það, að biðja í einingu bara heilagan anda komi og fylli okkur. Því þau sögðu, ég hef nákvæmlega ekkert til þess að gefa hér, til þess að fara allan heim, en ef að þú vilt nota okkur, í styrk þínum, frábært. Að treysta á kraft Krist til þess að umbreyta okkur og nota okkur í þjónustu sinni. Svo, hvort ætlum við að treysta okkur sjálf og leggja til hliðar svona lögmál Guðs og fara Babelleiðina, eða við viljum leitast með okkur til þess að fá reynslu hvítasunnuhelginnar. Það sem við játum að án Guðs getum við ekkert gert til þess að hjálpa okkur og treystum á anda Guðs til þess að umbreyta anda okkar og fylgja lögmálum Guðs sem reglu fyrir líf okkar. Lögmálunum sem segir, elska Guð af öllu hjarta og treyst honum og náungan eins og sjálfan þig, því að við erum öll af einu holdi komin. Og af þessu vil ég bara minna á að fyrst við erum að ræða þetta, hér eru náttúrulega bænahópar í gangi, hér eru bænahópar á þriðjudögum klukkan 8 og eftir við fleiri sem ég bara þekki ekki en ég hvet okkur til þess að minnast þess einmitt hvítasunnuhelgarinnar, því að svona hlutir eins og þetta gerðist ekki af tilviljun, bara af því bara, heldur að því að menn fóru og leituðu og gáfust Drottinn og þá gerðist þetta, eitthvað sem getur verið okkar líka. En við skulum lúka með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þig fyrir söguna sem við höfum í reikningunni, þáttur að geta verið mjög furðulegar og torskilna stundum. Þökkum við fyrir að við höfum anda þinn til að leiða okkur og hjálpa okkur alltaf að læra og taka eitthvað meira á. Ég bið að við megum þessa hvítasunnuhelgi minnast þess sem að gerðist og ekki bara sem forminningum hvernig Guð vann einu sinni þegar kirkjan var að ný og var að springa út, heldur hvernig Guð hefur lofað að hann geti unnið með okkur enn í dag ef að við leitumst eftir skilheila sanda og eftir að gefast honum. Við biðjum þig það fyrir okkur hér í okkar lífi og við biðjum í Jesú nafni. Amen.